Já, sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, eins og ég sagði við ykkur áðan þá ætlum við að heyra í Íslandsmeistarunum í rally en já, hann náði ekki alveg að svara manni allan ekki í augnablikinu og þá stökkum við bara yfir í sundið en á línuna er kominn sunddómarinn Stefán Kristófersson. Komdu blessa og sæll eða ekki? Miklu sæll. Er ekki að segja strax bara sunddómari? Jú, það má alveg segja það. Já. Hvernig ert þú búin að hafa í sumari? Ertu búin að þurfa að dæma mikið í sumar? Nei, það er svona allt svona rólega endúr svona enda júní og samt byrja hammargangurinn aftur upp á ágúst og nú er allt komið á full swing sem sjálfónum og gaman að nefna það næstu helgi hjá okkur sumsfélag Hafnarfjarðar þá er eitt af okkar stærri mótum ekstra sundmótið, það fyrir fram laugardag og sunnudag og fyrir fram í 3 hlutum efst á laugardaginn klukkan 10 og síðan er annar hlutum klukkan 4 og síðan á sunnudaginum er 1 hluti klukkan 10. Já, þannig að og það má segja að þetta sé eitt stærsta mótið ekki sem þið í sundfélag hérna fyrir að haldið? Eitt af starri, þetta mót fyrir fram í 25 metra laug og sundfélögin hafa nú stilt þannig á að mótin sem eru fyrir áramót séu upp í 25 metra laug og hvíla allir á það. Íslandsmeistaramót hjá sundsambandinu þetta er sem fram í Árfjallarlaug líka hérna í Hafnarfirði og má nefna 7. til 8. nóvember og þetta er svona lágmarkamót fyrir það. Okkar sundfólk getur ná lágmörkum inn á þetta mót þannig að það er mikið að vinna á þessum móti. Ég held að séu ykkur staðar 9-10 sundfélög senda lið og þetta er yfir 200 sundmenn. Við erum eitthvað yfir tölulega staðreyndir. Skráningar, þetta eru einstaklingsskráningar yfir 1000 skráningar. Starfsfólk ég skildi að þessu svona með dómurum töldum og nótabeini þetta er allt sjálfbúið að vinna. Þetta er 40-50 manns með dómurum. Ef við reiknum þetta í klukkutímum, þá er þetta 600 klukkutímar. Þetta eru 75 dagar fyrir 1 mann í vinnu 4,5 mánuður. Já. Í sjálfbúið að vinnu, nótabeini. Og allt er þetta gefið, nótabeini. Þetta er ótrúlega, svona þegar þú tekur þetta svona saman þá svona, er þetta náttúrulega alveg ótrúlega þegar svona sjálfboðavinna, hvernig hún er tekið saman? Já, það sjálfsögur við ekkert að gera neitt lítið og öðrum íþróttagreinum en bara, ég held að fólk bara átti sig ekki á þessu fyrir að taka svona tölulega staðreyndir saman. Það er lagt mikið, hvað foreldrar í öllum íþróttagreinum á Íslandi er að leggja mikið á sig fyrir bara okkar íþróttafólk og annað og líka hvað forvarnagildi er þetta mikið og gott. En já, sundfélag Hafnarfjarðar, það átti það ekki 70 ára afmæli núna á dögunum? Jú, sundfélag þetta þá 70 ára afmæli laugardag, hopp og bragd. Þannig að þetta er búið að vera litrík starfsemi á þessum 70 árum? Klálega, þótt að ég þekkir ekki þau 70 alveg frá byrjun til enda eða ekki til enda en allan ekki frá byrjun. Nei. Tilsölulega en svona ungur í þessum geira frá 2008 þá er þetta félag með mikla hefð og mikið afræðsfólk og flotta foreldra og allir sem koma að þessu félagi með að vera virkilega stoltir. En til þess að vera góður í sundi það er sennilega eina erfiðustu íþróttum eða ekki til þess að verða svona heimsklassa eða ekki því að þetta er lygilega margar æfingar eða ekki? Æfingamagn er lygilega mikið góður, já og nei þetta er virkilega góð íþrótt það er tiltölulega þannig séð æfingamagnið, ég veit ekki hvað að segja hver Íslandi kannski svona maður skilgreina kannski afreks íþróttamaður, hann er kannski að æfa þetta 20-30 klukkutímar á viku og þá er þetta endilega alltaf þannig að það sé alltaf í vatni það líka freka sjúkraþjálfun það er sálfræðingur jafnvel og fleira sem spilar hann inn í þannig að margt spilar inn í þessum klukkutímum og já,
Mikil fórn sem hver iðkandi færir en virkilega þetta góð íþrótt og hann líka sýnir sig að garpastarfi í sundíþrótt virkilega gott. Það margir sem halda áfram, margir þeir sem hafa hætt, sem ekki beint hætt en hafa haldið áfram að mæti sundlaugina á morgnana og synda bara til líkamsrækt og halda sér við. Losna við þessa vönd. Já, okkur. En mótið þetta hefst núna á laugardaginn og já, það hefst strax morgunin eða ekki bara eða? Jú, fyrstu hlutin, þetta eru 3 hlutar. Það eru 2 hlutar samt á laugardaginn og 1 hlutar sunnudaginn og hefst klukkan 10 stundislega. Uppbytun á þetta sjálfsögðu byrja fyrir en mótið hefst klukkan 10. Þetta er cirka 2 tímar sem fer í hver hluta, þannig að hlutin á laugardaginn fyrir hlutin klukkan 10 og það til að búin cirka 12 og síðan annar hlut á laugardaginn cirka 4 og búin cirka 6. Já. Þannig að þetta virkilega spennandi og ég bara skora alla þessum ætlækkingataki að kíkja á, bæði þessum eitthvað sundfólk sem að sunda ættingar og fleiri og sem bara aðri almenning að kíkja á þetta glæsilega sundfólk. Ásvallalaug á Ásvöllum. Það er virkilega glæsilegt mannverki og spennandi keppni framöndan. Já. En það kannski verið að tala að nú það ekki svona tímabilið að hefjast á nýju í sundinu þannig að það mikið að mótu framöndan. Mikið að mótu framöndan. Þetta er svona fyrsta stærsta móti, þetta að segja. Þetta er eins og enn og aftur, þetta er svona lágmarka móti, Íslandsmeistaramót, IF og sem sjá Köllum og Sundsambandinu. EM 25 og hvort ekki 25 metra laug og sjálfsögðu þetta allt í nóvember þá hjá Sundsambandinu það er 13. til 15. nóvember og síðan hjá IF 7. til 8. nóvember þannig og síðan kemur bara hvert móti og fætir á öðru þetta 2 stærstu mótin í næsta mánuði og síðan þetta ekstra mót lágmarkamót fyrir móti hjá Sundsambandinu og síðan byrja mótin eftir áramót 50 þá breytum við fyrir með 50 metra laug og þá byrja kappleikið, það þetta 10 ár 2016. Já. Og 4 árið. Já. En hvernig kom það til að þú fórst að starfa í kringum sundið? Það nú svona bara fyrst og fremst, það nú svo flestir sunddómarar, þeir tengjast alltaf og eiga eitthvað börn eða ættingja og ég og dóttir í þessu og maður vildi nú fara bara í þetta og styðja viðkomandi fyrir að sitja upp á bakka og vera að garga til stuðnings og bóða maður niður og gera eitthvað gert því að þetta foreldrar átt að sér í sundinu það nú þannig að ef að sundmót, lögleg sundmót á að fara fram og þá þarf ákveðin starfsfjölda á dómurum til að þetta er löglegt og líka það ef að krakkarnir okkar eða sundfólk að setja með þá verður allt vera löglegt og undir ákveðin reglum þannig að þá er það betra að vera bara með á bakka og gefa eitthvað frá sér. En svona rétt í lokin áður en ég slepp þér þá verði ég að spyrja aðeins að því að það hvistlega mér að þú haldir með Liverpool í enska boltanum. Klálega. Og nú komin nýr þjálfari þar, hvernig leggst það í þig? Við erum mjög stoltir við kunnarðar við erum mjög ánægðir með þetta. Þetta er eitthvað sem og með þess að Ferguson gamli, hann er fann að skjálfa. Já. Það er mikið sagt ef hann er þannig að tjá sig í fjölmiðlum það hvernig að nú þurfa United-gæjan að fara að vara sig Nákvæmlega, það er mikið til. Stefán, mótið hefst á laugardaginn frítt fyrir alla, þetta á laugardaginn 3 skipt. Þetta er alveg klálega frítt og ég bara skora enn og aftur og hann má nefna það sem er gaman að við erum hafðingarum alltaf stoltir, við erum stoltir á þetta í okkar íþróttafólki og það má líka nefna að ég er alltaf með tölvölu staðröndum í íþróttir hvað við gefum mikið og framvegis
að ég veit ekki hvað, ég held að við séum eitthvað svona cirka 25.000 skráðir Hafnfirðingar hérna í þessum bæ hérna og hérna 24.000 og eitthvað kannski. Helmingurinn 12.000 eru skráð í íþróttafélög, þá ekki bara það er ekki iðkendur eingöngu, það líka aðstandendur og fleira, þannig að það helmingur. Og við eigum nota bene, við eigum 2 efnilegustu stundbónu landsins hjá fötluðum og ófötluðum í Bringusundi og það Kolbrún Alda Stefánsdóttir og Hrafnhildur Úlfarsdóttir hjá ófötluðum og Kolbrún Alda Stefánsdóttir hjá fötluðum. Það stóðist virkilega vel svona á fyrstustur á mótinu, sikkur á mótinu. Komast báðar í úrslit í sínum greinum, aðgreinum. Við erum bara stolt. Og sérstaklega þær synda báðar undir Sundfélag Hafnarfjarðar, þannig að við, endilega komið og kíkið bara á mótið. Þetta verður frábært mót og gaman, mikið fjör. Og meira dagskráruna á sh.is? Klálega, sh.is, þar er að sjá allar upplýsingar mótið. Þar er líka að fylgjast með svo kallað, það er að fá bein útið beitt í ætt, hvort með natti eða fleira og allar upplýsingar þann ágast á sh.is. Stefán Kristjáfersson og Frítin. Já, og Frítin, já. Stefán Kristjáfersson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel á mótinu. Takk kærlega fyrir það. Og svona rétt í lokin, hvað enda Liverpool þá í vetur? Gestur, við skulum ræða þetta við byrjum næsta sísón. Já, ok. Stórglæsir, bestu þakkir. Já, Stefán Kristjáfersson, alltaf hress og skemmtilegu viðmælandi sunddómari og meirum sundmótið hjá SH inn á sh.is, endilega kíkja þangað og svo vil ég endilega minna enn og aftur með Norðurlandamótið í 5 leikum. Það er ennþá hægt að fá sér miða á það held ég. Eða síðast í vissi inn á tix.is 14. nóvember og það er ennþá hægt að kaupa sér miða inn á það inn á tix.is. Það verður haldið náttúrulega í Laugardalshöll og meirum það í næsta þætti eða í næstu þáttum þá erum við náttúrulega að fara að taka svolítið 5 leikana fyrir en það stórmót þarna framundan. En þáttu kvöldsins verður ekki lengra sinni, ég þakka ykkur kærlega fyrir hlustunina en rétt áður en ég kveð ykkur þá minni ég ykkur enn og aftur á alla leiki sem eru framundan. Það er náttúrulega, við byrjum bara á handboltanum hérna heima. Þá er leikir í Ólafsdeild karla núna á fimmtudaginn, Akureyri IR, Fram FH og Haukar Víkingur, þessi leikir klukkan 7:30. Föstudaginn í Votafjöllinni er Valur IPVF þar sem toppliðin eigast við klukkan 6 og þá eru náttúrulega Eyjamenn sjálfsögðu að fara að taka þennan sigur. Nú á laugardaginn í Hersveitinni er Grótta Afturölding klukkan 4 og svo er leikur í næstu viku, miðvikudaginn næstu viku þar sem IPVF Haukar á það, erfitt dagskrá á IPVF framundan. Nú í Ólafsdeild kvenna, það er Fram Afturölding á miðvikudaginn klukkan 8, Kaplakrika FH Haukar klukkan 6:30. Í TM höllinni er Stjarnan Fjölnir klukkan 7, þetta eru leikir í Ólafsdeild kvenna og laugardaginn klukkan 12:30 eru 3 leikir. Afturölding Selfoss í N1 höllinni, Austurbergi IR Fram, Fylkishöllinni er Fylkir IR og svo klukkan 2 Hersveitinni Grótta Valur og í KA heimilinu klukkan 3 er KA Þór HK. Í fyrstdeild karla er heilumferð á föstudaginn, 2 leikir hefjast klukkan 7:30, í Digranes er HK Þróttur og á Selfoss er Mílan Selfoss. Kaplakrika klukkan 8:30 er IH Stjarnan og á sama tíma KR Fjölnir. Og í körfuboltanum þá er það helst að Stjarnan FSU. Það er leikur á fimmtudaginn í Garðabænum klukkan 6:15. Þór Þorlákshöfn fá Tindastól í heimsókn á fimmtudaginn 6:15 og IR fær Grindavík í heimsókn og svo á föstudaginn eru Höttur Snæfell og Haukar KR. Þessi leikir allir 6:15 og Njarðvík Keflavík einnig. Þetta er Dóminusdeild karla. Og í Dóminusdeild kvenna þá eru leiki núna á miðvikudaginn, heilumferð Stjarnan Keflavík, Haukar Snæfell, Hamar fær Grindavík í heimsókn og Grindavík Stjarnan. Þessi leikir allir 3 leikir Hamar Grindavík 6:15. Svo eru aftur leikir á laugardaginn
Grindavík Stjarnan, Valur Hamar og Keflavík Haukar og þeir leikir klukkan 4:30. Og í fyrst til karla þá það KFÍ Reyni Sandgerði á föstudaginn. Hamar fær IA í heimsótt klukkan 6:15, Skallagrímur Ármann og svo laugardaginn það Breiðablik Þór Akureyri og meira ekki leiki. Minn ykkur líka að kíkja út í Iðu næstu helgi þar sem að sá besti í heiminum í taekwondo út í Iðu og það kostar 1.000 krónur inn að fylgjast með þessum meistara. Svo alla vikuna verðum við að sjálfsögðu að gefa ársmiða á leiki IF Milan. Komið að sæl og blessuð, Sævar Helgi hér, stjórnandi þáttarins líf.